Komiði sæl og blessuð, ég heiti Ari Eldjárn og ég vil senda hvatningu og pepp á alla sem eru að vinna heima hjá sér. Ég eins og þið sjáið í minni eigin heimavinnu stöð. Ég hérna með tölvu og spritt, sami pakki og allir aðrir eru í, og það að flytja grín í gegnum svona fjarskiptabúnað virðist vera það sem framundan hjá mér á næstunni. Og þetta búið að vera mjög áhugaverð upplifun að því leiti að ég mjög vanur að panika mjög hratt þegar ég fæ ekki hlátur við hlutum. En nú fæ ég ekki hlátur við neinu! Ég bara tala og svo bara þögn. Þannig að nú skil ég hvernig það að reka svona litla sjónvarpsstöð. Það sem þú ert bara einn að vinna tæknivinnuna og ert að reyna að gera þetta eins fínt og hægt svona upp á leikmynd að gera og lítur samt út fyrir að vera bara hálf klikkaður. Ég sérstaklega sakna INN. Það var uppáhalds litla sjónvarpsstöðin mín. Mér fannst alltaf bara svo frábærar auglýsingar þar, eins og bara litlu fyrirtækin svona sem voru að bjóða mann upp á, þú veist, múrarar að bjóða mann upp á persónulega þjónustu. Hver vill persónulegan múrara? Hvað það? Þú veist, það einhver svona gett tilfinninganæmur iðnaðarmaður sem eitthvað, skal bara taka hann vekk hérna á heilsbarslan fyrir þig og svo skulum við rappa hérna yfir hann, en hvernig hefur það, kallið minn? Þú getur sagt mér það, ég persónulegu múrari, sko. Hvernig hjónabandið? Múró og trúnó, það það sem ég geri. En þetta svona, þetta líka sýnir manni, sko, kannski þegar maður fær ekki hlátur við bröndurunum. Hvað samhengið oft lítið hjá mér. Ég segi eitthvað og ég treysta á að fá bara hlátur og það svona nægur tími fyrir mig til að svona hugsa og byrja sem bara að tala um eitthvað annað. En þegar það þögn á milli þá finn ég bara, wow, það ekkert samhengi í neinu sem ég að segja. En þetta eru krefjandi aðstæður held ég fyrir fólk að vinna heima því að ég kem ekki neinu í verk heima hjá mér. Börnin eru heima allan daginn hjá mér og það reyndar, ég kenni þeim nú reyndar bara það, ég bara með ómikinn athyglisbrest til þess að geta gert nokkuð skapaðan hlut til heima á mér, því þar ég bara nálægt öllum hlutunum sem að mér finnast skemmtilegir, allar kvikmyndirnar mínar og allar græjurnar mínar og ég finn mér alltaf eitthvað annað að gera en það sem ég á að vera að gera. Þannig ég kem á skrifstofuna til þess að vinna fjarvinnuna mína, sem samt eiginlega ekki fjarvinna. En ég einn í þessu skrifstofuhúsi núna, það bara gjörsamlega tómt, sem ágætt. Ég með rafmagnsgítar hérna og 40 watta magnara og ég búinn að vera að spila mjög vonda útgáfu af Sweet Child O' Mine gítarsólóinu núna í svona hálftíma áður en ég manaði mig upp í að taka þetta upp og það enginn sem kvartar. Kannski fólk hérna inn í húsinu sem að verða brjálað á mér en það þorir bara ekki að koma að tala við mig út af sóttvarnaástæðum. Ég veit það ekki. En þetta búinn að vera mjög skrítið og langt tímabil. Líka bara fyrir þetta var bara mjög vondur vetur. Það kom alveg bara sko hræðilegt veður í desember. Og það var kannski eins og svolítil æfing fyrir ástandið sem núna því að þá var bara tilkynnt í sjónvarpinu að það gæti gerst að sko fólk í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu að það myndi verða veðurteppt. Og þá sáum við svona áhlaup á matvöruverslun í fyrsta skipti gerast. Og það var bara út af því að það var tilkynnt að sko hugsanlega myndi Bónus loka klukkutíma fyrr þann dag. Það var bara nóg til að fólk bara svona, ó Guð farðu strax út í Bónus! Og það fyrsta sem seldist upp var snakk sem svona gaf manni ekki góða von hvernig Íslendingar myndi haga sér ef það kæmi svona eitthvað alvöru krísu ástand. En sem betur fer virðist fólk vera að plumma sig þokkalega vel í þessu núna. Fólk að dreifa sér víst svolítið jafnt yfir daginn og það allir að venjast þessu svona fara inn með 2 metra millibili og svo margir inn í einu. Og það bara frábært en ég var ekki vongóður að það yrði raunin miðað við snakk og hömstrunina í desember. Ég reyndar man líka bara þegar það kom upp þetta moment þegar það var verið að tæma krónuna og Bónus út af óveðurskvelli. Það kom á endanum ekkert rosalega vont veður þannig séð á höfuðborgarsvæðinu. En það fór í gang sko rígur og metingur innan höfuðborgarsvæðinsins hvar versta veðrið var. Og fólk í Vesturbænum var að segja að það var langversta veðrið sko hér.
það var sko, það brotnaði tré og fólk á Seltjarnarnesi var að segja hluti eins og það var langmesta rokið út af nesi. Það var langmesta rokið því að Esjan hún ver okkur ekki og maður bara svona slaka á, þú ert heima á Seltjarnarnesi, það enginn sem að vorkennir þér, veist. Hvað að versta sem þú ert að fara að segja? Bara, þetta var skelfilegt við þurfum að taka trampolínu inn og það var ekkert pláss í bílskúrnum fyrir jeppann. Þannig að við þurfum að leggja út í götu. Þú veist, svona eins og við varum bara að leigja eða eitthvað. Það var svo hræðilegt. En ég veit ekki alveg hvað þetta er að fara að gera fyrir neysluvenjur okkar því að nú eru allir að bjóða upp á heimsendingu. Og ég er orðinn það vanur því að fá sumt sent heim núna að ég er ekki viss að ég muni sætta mig við það þegar að það hættir. Mér finnst bara frábært að ef maður vill fá bók úr bókabúð, eins og forlagi, þú bara fær hann að senda heim, þú veist, þetta er ekki, mann hefði ekki getað dottið þetta í hug fyrir nokkrum dögum. En sjálfsafgreiðslukassarnir, þú veist, það hefur þurft að spritta þá væntanlega mjög mikið upp á síðkastið. Ég þoli ekki sjálfsafgreiðslukassana. Ég þoli ekki hvað þeir tala skrítið tungumál. Við erum ennþá öll í einhverju sjokki að læra þetta lingó sem þeir tala eins og nýyrði ársins 2019. Taktu vöru af pokasvæði. Pokasvæði. Hversu ljótt getur eitt orðið? Sko fyrst þegar ég heyrði pokasvæði, þetta stuðaði mig svo mikið, ég hélt að það væri verið að útlitsmána mig. Ég bara, pokasvæði, veitu hvað, er það hér eða? Er það hér eða? Þú sé svo gamlan mann sem var búinn að ráfa krónuna bara í hálftíma bara, hvar er pokasvæði? Þarna grænmeti, þarna kjöt, ekkert pokasvæði. Og svo þetta náttúrulega bara líka, sko, þetta eru svo heimskar vélar, þú veist, það kunni ekki neitt og viti ekki neitt, að segja svona hlutir svo, óþekktur hlutur á pokasvæði. Maður bara, óþekktur hlutur? Þetta er banani. Þetta er bara mjög frægur hlutur, takk kærlega fyrir. Óþekktur hlutur á pokasvæði. Óþekktur fyrir hverjum? Fyrir þér. Þú ert vél. Þú veist ekki neitt. Óþekkt tilfinning á pokasvæði. Já, þetta er ást og hana mun þú aldrei upplifa heimski róbot. Og svo er bara einhver starfsmaður sem heldur þessu gangandi. Starfsmaður af holdi og blóði sem að hleypur á milli og er að laga allt sem allir eru búin að klúra. Má ég sjá, akkurat, já, getur maður sjá. Já, þú hefur sem sagt slegið inn epli en þú ert að vikta ananas. Það býrði á Seltjarnarnesi. Allavega, heyrðu, þú gerir bara hérna og komdu hérna. Já, góðan dag, Já, þú getur bara farið úr skónum. Þú ert ekki að tékka inn í flug. Það er enginn að tékka inn í flug núna notabenni. Bara sláðu hérna inn og góðan dag. Já, má ég sjá. Þú situr á pokasvæðinu. Það er það sem þú ert að gera. Já, þú slóst inn döðlur og nú ert að vikta sjálf þig. Þess vegna kostar þetta 5 milljónir. Og sko, ég vorkenni þessum starfsmanni svo svakalega því að ef þetta er þróunin áfram, fleiri og fleiri vélar, færra og færra starfsfólk, hvernig verður þetta þegar hann verður einn eftir í búðinni? Hvernig verður óvissuferðin hjá þessu fyrirtæki? Bara hann að keyra einhverja rútu með einhverja sjálfsala í aftursætinu, hellandi bjór onni og það er bara óþekktur vökvi í pokafræði. Þetta er allt svona aðeins einmannalegra, en fjarvinnan, mér finnst gaman að taka svona fundi með svona 4-5 í gegnum fjarskiptabúnað. En það sem ég finnst vont er að maður getur ekki verið quick, maður þarf svolítið bara að bíða og fá orðið. Þetta er ekki eitthvað sem hendar minni samtalshefð. Ég er vanur að bíða ekki rosa mikið og hlusta ekki rosa mikið og það sem aðrir segja, heldur bara að reyna svolítið að koma mínu að. Ég er sem sagt Íslendingur. En þegar maður er að reyna það í svona fjarfundabúnaði þá náttúrulega bara kemur eitthvað hikst og þetta verður bara svona svolítið eins og Eurovision útsending bara. Hello Stockholm, here is the point from Moldavia. Can we get the point, please? Yes, the point. En það er kannski bara það sem við erum að fara að venjast. Ég held að við munum ekki gefa eftir heimsendingarnar þegar þetta er búið og ég held að það að vinna heiman verði eitthvað sem fólk muni biðja miklu meira í framtíðinni. Ég held það. En ég vil fá að kveðja ykkur núna
og þakka ykkur fyrir að hlusta á þetta samhengislausa bull í mér og ég vona að ég verði flinkari að gera þetta og ég ætla að vera búinn að splæsa í flottari bakgrunn næst þegar ég tek svona upp og ég er að spá að fá mér sama bakgrunn og INN var alltaf með sem var þarna eitthvað barnasænguver úr rúmfattalæðurnum með svona stjörnum á mánum. Lifið heil, gangi ykkur vel.